Gleðilegt ár, kæru vinir, og verið hjartanlega velkomin hérna með okkur í Ingólfsstræti í dag á þessum fyrsta hvíldardegi á nýju ári. Og það aldeilis forréttindi að fá að vera hérna saman í sýndarheimi og okkur hlakkar til að geta hist í raunheimi aftur fljótlega. Mér langar til þess að áður en við förum mikið lengra að nota tækifærið til að þakka þeim sérstaklega fyrir sem að settu saman fyrir okkur stórkostlega fallegan aftansöng sem var sendur út og heppnaðist vel. Maður þorir varla að nefna neitt því að þá verður einhver aðrir út undan. Ég naut þess allavega, það var sérstaklega gaman fannst mér að fá að sjá upptökubrot frá Akureyri og mér langar til að þakka sérstaklega fyrir það. Það var gaman að sjá hvernig þessi tækni getur teygt sig yfir landfræðilegar hindranir. Og svo langar mér líka til að þakka sérstaklega fyrir fallega tónlistarsamkomu sem við fengum að njóta fyrir viku síðan úr Loftsalnum. Það var svo yndislegt að fá að heyra sálman okkar flutta svona fallega og það var algjör hátíð. Enn og aftur velkomin í dag og ég ætla að lesa úr fyrsta kafla Jesaja, 18. vers, sem minnisvers lektíunnar fyrir í dag, en nú erum við að byrja á nýjum ársfjórðungi, þar sem verður lesin Jesaja. Og það hljómar svona. Komið, við skulum eigast lög við, segir Drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuru, skulu þær verða sem ull. Skulum biðja saman. Himneski Faðir, við erum svo þakklátt fyrir að fá að koma saman sem hópur til tilbeiðslustundar og að sameinast biblíurannsókn, lofsöng til þín og sem fjölskylda, sem líka með þín. Og ég biður nærveru þín hérna í dag og hjá okkur öllum hvar sem við erum. Þú megir hjálpa okkur við biblíurannsóknina, opna augu okkur fyrir nýjum skilning og gefa það að við mættum styðja og aðstoða hvert annað í þessu. Í Jesú nafni. Amen. Þá er sungið sálmur númer 399, það er Frægi Frosti sefur. Amen.
Eirík, þá ætlar þú að vera með eitthvað fyrir upplýsingar kristniboðssvæðið. Já, góðan dag og gleðilegt ár, kæru vinir. Já, ég ætlaði að segja svolítið kristniboðsstarfið og gjafirnar sem renna til kristniboðs þennan ársfjórðung. Ég ætla að fyrst að benda á það að lítur vel út leksían okkar og falleg sem þið eru búin að fá, en það urðu smá mistök. Forsíðan ekki alveg rétt, eins og þið sjáu það stendur loforðið á henni. Það yfirskrift leksíunar hann ársfjórðung huggið lýðmenn, sem tekið úr 40. kafla Jesaja, enda það Jesaja sem við erum að fjalla þennan ársfjórðung. Og aftan á bókinni, þar talað Mið-Ameríkudeildina, en það í raun Evrópu-Asíudeildin sem tekur við fjármunum þennan ársfjórðung. Það eru þarna smá mistök og við fyrirgefum það auðvitað, alltaf getur eitthvað gerst, en þetta í raun annar ársfjórðungur held ég sem þessar forsíðan og baklíðan fyrir. Svo við sjáum það aftur á næsta ársfjórðungi, en þetta sinni þá það Rússland og Úkraína sem taka við fjármunum þennan ársfjórðung. Og það eru 2 skólar sem njóta góðs af fjármunum. Það skóli í Úkraínu, rétt nálægt Kíjev. Þar á að byggja 3 hæða hús, þar sem verður bæði grunnskóli og það fyrst leikskóli og grunnskóli og líka framhaldsskóli sem þar þarf að byggja upp. Sama í Rússlandi, þar nálægt Moskvu Sakoski Adventist University í Rússlandi, og þar á líka að byggja fyrir börn, fyrir leikskóla, grunnskóla og svo líka framhaldsskóla. En það verður sagt meira þetta. Takk fyrir. Þetta voru fréttir sem ég fékk í gærkvöldi að forsíðan væri ekki rétt á leksíuna, og biðjumst afsökunar á því. En ég var búinn að sjá fyrir mig að þetta væri mynd af Jesaja þetta þá ekki hann? Það getur bara verið. Það getur alveg verið Jesaja. Já, allt í lagi, þá látum við þetta sleppa. Þannig að þetta, já. Mér finnst yfirskriftin getur nú líka passað við Jesaja. Já, við látum þetta bara ganga. Já. Loforðið, já. Sáttmálinn. Við skulum byrja á stutta bæn. Sonja, vil þú hafa bæn fyrir okkur? Kærleiki Faðir í himnum, við þakkum þér fyrir að við getum alltaf komið til þín og beðum návist þína, fræðslu. Biðjum þig að vera með okkur í dag og leiða hug okkar. Þakk fyrir allt í Jesú nafni. Amen. Já, nú byrjum við ársfjórðungið þar sem við ætlum að skoða Jesaja. Og það alltaf skemmtilegt að geta verið með svona fyrstu leksíu ársfjórðungs og vandasamt líka að þessu leyti. Mér finnst svo gott að geta verið með svona svolítið yfirlit yfir efnið, aðeins svona að skoða það í heild sinni, svona grunnatriði, án þess þó að tæma það alveg. Og það svona tilhneigingin að maður langar svo bara að fara að tæma allar umræður. En það maður líka að halda aftur á sig. Það eitthvað til viðbótar hérna. Við höfum eiga þetta allan tíma, allan ársfjórðunginn. En Jesaja, mér langar til þess að skoða aðeins betur vers í 1. kaflanum, en fyrst aðeins að rifja upp
hver Jesaja var. Og Jesaja, þetta var spámaður auðvitað, Gamla testamentinu, og hann lifði á 8. öld fyrir Krist, rúmum 700 árum satt fyrir Krist. Hann var samtíðarmaður Óded, Nahum og Míka í Júdeu og samtíðarmaður Hósea í Ísrael. Og þetta var sem sagt rúmum 100 árum fyrir tíma Jeremía og herleiðingarinnar í Babylon. En þetta gerist svipað leyti og Ísraelsríkis, þetta sem við köllum svo seinna Samaríu, er eina líðandi lok vegna þess að Assýríumenn eru að hertaka Ísrael. Það er svona yfirleitt álitið að Jesaja sjálfur hafi skrifað Jesaja bók, en líklega í 2 pörtum, og sumir áætla að það hafi verið með 15 ára millibili. Og Jesaja spáir fyrir Kýrus mikla, Persakonungi, sem var þá í raun frelsari Júða frá Babylon, og þegar hann leyfði þeim að flytja aftur til Jerúsalem og endurbyggja alla sína menningu og þjóð eins og við þekkjum. Og aðrir telja að bókin eins og við þekkjum hana sem ein heild er skrifuð á mun lengra tímabili, þar sem að lokakaflarnir eru skrifaðir alveg 200 árum seinna, þegar að herleiðingin í Babylon er að ljúka. Og hvort sem við hvort sem er rétt, þá er alveg ljóst að að bókmenntir gyðinga, Gamla testamentið eins og við þekkjum það, eru eins og við það birtist okkur, eru skrifuð á 7. og 7. öld fyrir Krist, þegar þeir eru sem sagt að endurreisa sína menningu og því sína arfleið. Þeir byggja sína sjálfsmynd á þessu, en að sjálfsögðu þá rita þeir upp úr mun eldri heimildum og sagnahefðum. Og alveg í byrjun Jesaja bóka þá er staðhæft að höfundur ritar á tímum Úsía, Jótam, Ahas og Hesekía, sem eru konungar í Júdeu. Þannig að hann er búinn að festa sjálfan sig í ákveðin þarna sögulegan samtíma. Og það má ímynda sér að Jesaja hefur þá verið við störf í einhver 60 og 70 ár. Verið að rita. En hann, sem sagt, það sem er merkilegt og kemur fram er þetta að eins og ég segi, að fyrri parturinn er skrifaður inn í samtíma hans og við hans samtímamenn, og svo er seinni hlutinn skrifaður tíma sem var rúmum 100 árum seinna, og eiginlega þá er hann að mæla til þess fólks. Það er fólki sem hann ávarpar. Maður bæta við, það er auðvitað alveg viðtekið hjá mörgum í fræðimönnum í dag að það sé alls ekki Jesaja, hann hafi tæplega verið til sem persóna, en allavega seinni kaflarnir, það sem talar Kýrus og annað, það sé bara alveg klárt mál sem skrifað eftir tíma Kýrusar. Já. Þannig er auðvitað líka farið með Daníelsbókina. Daníel auðvitað er spámaður, hann talar á sínum tíman þá er hann talar Babylon, en líka þau ríki sem koma á eftir, alveg niður til Grikklands, sem kemur ekki fyrir löngu eftir. Þá segja menn, það getur ekki verið að hann hafi verið að skrifa þessa bók þarna löngu áður. Hann hlýtur að hafa skrifað hann eitthvað svona 160 fyrir Krist. Af hverju skyldi það vera? Menn geti ekki tekið þetta bókstaflega. Jú, bara vegna þess að menn treysta því ekki að það hafi verið neitt til sem héti spádómur yfir höfuð. Þetta séu sögur eitthvað sem hefur nú þegar gerst. Svo að þess vegna eru við allavega
þetta svona í gegnum skóla hjá okkur Jens og svona sko, þegar við höldum fast í það að þetta sé alvöru spádómar og hann hafi komið að tala Kýrus löngu áður en Kýrus kom upp og var til. Það bara sönnun biblíunnar og innblástur biblíunnar. Og við erum svona að reyna að hanga í því að þetta sé þannig. Og það þetta höfundur leksíuna heitir Hassel. Hassel, já. Og var Gamla testamentis guðfræðingur í Andrews mörg ár og hefur þetta ykkar kannski lærifaðir einhver leyti. Hann var skólastjóri í prestaskólanum. Og hann skrifar í innganginu spádómar Kýrus sem nefndu með nafni hálfri annarri öld áður en hann sem konungur Persa vann sigur yfir Babylon svo undravert nákvæmur að sumir fræðimenn hafa tilengað mikinn hluta Jesajabókar síðari höfundi sem oft nefndur hinn annar Jesaja. Innantómur tilbúningur þeirra sem get ekki séð út fyrir skorpna vitsmunaramma mannlegs hugmyndaflugs. Þarna sér þetta. Og mér langar til þess að segja það að ég ætla að nálgast hann Hassel með opnum huga því ég þekki hann ekki. En ef 2020 árið og þetta tímabil sem undan gengur, við kennt okkur eitthvað. Það finnst mér ætti að vera svo leksía að við hættum að kalla þá sem hafa aðra skoðun en við, fyrir vitleysinga eða skorpna. Þannig að ég bara, þú veist, það eins að... Guðmundur sem þýðir þetta svona kjarnist, sko. Svona, já. Gat ekki annað en sett sviga í kringum þetta til þess að var ekkert selaspenntur. Það ólíka skoðanir og við virðum þær. En af hverju þeir kallaði spámenn? Þessir menn sem hafa skrifað í Biblíunni, ef þeir ekki geta spáð neinum framtíðina? Það kveðjur fyrirgefið. Kveðja frá Blue Giraffe sem ábyggilega fólk sem býr hérna í bænum eða á Snæfellsnesi. Þóra, Íris Ragnars, Helga Magnea með þakkir og farsaldar óskir fyrir nýja árið til Steinum. Svo kemur hérna frá skrifstofu höfundista, leiðrétting. Þessar leksjur eru ekki byggðar á ritum Hassel. Sko, svona getur þetta verið. Höfundur þeirra Roy Gane, prófessor í Gamla testamentisfræðum prestaskólanum í Andrews. Leksja annan ársfjórðung eru byggðar á ritum Hassel. Svo að nú verðum við sko að draga allt í okkur. Við verðum að draga saman seglin algjörlega sko. Við skulum bara hafa forsíðuna hérna uppi og þetta andlit sem segjum þessi Jesaja. Það sem sagt ekki Hassel sem kemur með þessi skorpnu yfirlýsingar. Augljóslega. Það gott að því við þekktum hann og verðum ekki fyrir hann. Hassel var frábær fræðimaður. Ok, flott. Hann er komin inn í náðina aftur. Við skulum aftur snúa okkur í hefninu. Já, þetta búið að leiðrétta þetta sem sko, það svolítið álitamál hvort að við getum horft á bókmennt, Jesaja sem bókmenntaverk innan þess greinahefðar sem myndi kallast apokalyptik, en bókin hefur einhverja eiginleika þess, svipað eins og Daniels bók. Það sem að það mjög skýrt að það sko almáttugur Guð sem kemur með sérstakann boðskap fyrir milligöngu spámannsins og það staðfest mjög ákveðið að það Guð sem við stjórnvölinn og Guð stýrir öllum atburðum, jafnvel jákvæðum sem neikvæðum og að það verði í endanum einhvern veginn gert upp og muni enda farsæla. Að þessu leyti getur þetta verið að tala svona apokalyptik, svipað eins aðra bækur. Og þetta finnst mér vera mjög nálægt okkar svona sjálfsmynd að horfa á mannkynssöguna með þessum hætti. Þetta okkur tamt. Og það sem þessi kjarnarþættir í Jesaja, hann talar yfirvofandi dóm Guðs og
Og vegna spillinga þjóðarinnar og konungana þá það að Assýríumenn og Babylon muni þjóna Guði í rauninni sem refsivendi Guðs og nema fólki láta villu sinni. Og svo í seinni köflum þá kemur á móti þessi vonaboðskapur sem að svo oft vísað í og ástæða þess að Jesaja svona sú bók í Gamla testamentinu sem eiginlega oftast vísað til, fallega skrifað og svona mikill vonaboðskapur. Þá það sem talar konung af Davíðs ætt sem myndi leiða alla þjóðina aftur til hlýðni við Guð og endurreisa hana. Og allt þess að blessun Guðs mætti berast til alls mannkynsins sem svolítið athyglisvert og mikilvægur punktur hérna. Svipað eins og með fyrirheiti sem Abraham var gefið. Svona endurtekning á þessu. Bara til þess að fara svona mjög hratt yfir þetta að Jesaja þetta er boðskapið til viðvörunar í fyrstu 39 köflum og enda með hann spádóm herleiðingu. Það talaði hina gömlu Jerúsalem og að þjóðirnar munu koma og hertaka Jerúsalem sem hreinsandi eldur og munu brenna burt alla spillingu svo úr öskunni muni rísa ný Jerúsalem, eitthvað endurnýjað og fullkomið. Það mun búa fólk sem hefur snúið sig aftur til Guðs og það talaði leifar og allar þjóðir munu koma saman til musterisins í Jerúsalem, lofsyngja Guð og stofna friðar og réttlætisríki handa öllum. Þetta í rauninni í hnotskurn sú meginsaga sem síendurtekin í bókinni allri. Bara með endurtekin þá með meiri efni við og smáatriðum í hvert sinn. En alltaf endursögð. Gamla Jerúsalem, hreinsun, nýja Jerúsalem. Og í 7. kafla þá situr Guð dýrlegur í hásæti sínu og Jesaja í vanmætti trúir því, finnur til vanmátta síns þegar hann sér Guð og trúir því að ljómið Guðs hljóta tortíma mér. Annað getur ekki komið til. Og þá sér hann að ljómið Guðs kemur til hann sem heitt kol, sem tortímir ekki en brennur og hreinsar. Og hreinsar hann undan eða frá ófullkomleika sínum. Og Guð gefur Jesaja þetta verkefni að vera samlöndum sínum, að vara samlanda sína við yfirvofandi afleiðingum synda þeirra. En það athyglisverða við þetta að þær afleiðingarnar eru þá þegar að mæla þess orð óhjákvæmilegar. Og hann ber erindi sitt fram með þessum hætti að afleiðingarnar af því að hann flytur eins og oft á við spámenn gamla, þetta voru ekki vinsælir menn, spámenn Gamla testamentis í sínum samtíma og ég segja það ekki heldur. Hann ber fram erindi sitt til Ahas konungs og segir honum að þetta mun gerast og það er óhjákvæmilegt því það er þegar búin að vera svo ómöguleg. Og það herðir bara fólk á móti þessum boðskapi og í því sem þau eru þegar að gera. Og gegn Jesaja og þessum En er það tilgangurinn með þessum boðskap sem að spámennir eru að koma með? Er það tilgangurinn að fólk eigi að herða hjörtun og ekki vilja taka við boðskapnum? Það er ekki ég sem á að spyrja. Þú ert alveg með ómögulega spurningar. Ég bara er ekki viss, ég bara veit það ekki. Það myndi að halda það. Það er gjörsamlega ómögulegt að ímynda sér að Guð komi með einhverja hluti þess að herða menn. Það getur ekki verið. Nei, ekki nema þetta sé til þess að
búa til einhvers konar sviðsmynd sem að sýnir fram á eitthvað, ég veit það ekki. Ég er ekki alveg viss. Það finnst mér vera framandi en það er hægt að sjá það svoleiðis. En allavega, Jesaja talar þessa ösku Ísraels og Júdeu og úr þessari eyðingu kemur sér þetta eitthvað heilagt fræ, er það ekki? Svo úr því að seeds, þetta er á ensku, og þannig munu vaxa eitthvað nýtt og stórkostlegt og sem er, og það tala við nýjan konung sem heitir Immanuel, Guð með oss. En hvar og hvenær og hver er þetta? Er spurningin. Það er svolítið spurning, sko, þessar vangaveltur ykkar eru að, þú veist, rótin af því er að við hljótum velta fyrir okkur hvernig samtímamenn Jesaja lásu þetta og skildu þetta allt öðruvísi en við gerum. Er það ekki rétt? Og þetta getur ekki að vera spennandi erindi fyrir Ahas konung sem að er þarna konungur yfir Júdeu og ráðamaður, er það ekki? Og honum er sagt af spámanni Guðs, svo kölluðum, þetta er ómögulegt hjá þér, þið verður minnst sem eiginlega misheppnuðum konungi og það verður allt lagt í eyði og það mun koma einhver betri og fullkomnari sem að mun taka við þessu ríki. Það er ekkert auðvelt fyrir hann að taka þessu bara og kyngja þessu. Endaðan sína daga illa, allavega hann segir hefðin að hann hafi hlotið hræðilegan dauðdaga, ég segi, fyrir þetta allt saman. Já, það er reyndar, það er einhverju búið að skrifa það. Það er í seinni tíma í kristni sem var fjallað að búin til einhver svona saga dauða hans. Bara Hebreabréfið, sko. Já. Það kemur hann að vera sagaður í sundur. Jú. Ekki gott. Nú jæja, áfram í þessum fyrsta hluta að 39. versi, það er þarna ljóð, það er dóma og von. Í 13. versi Jesaja sér fyrir fall Asseríu, sigur Babýloníumanna á Jerúsalem og svo endurlegt fall Babýloníuríkis sem kallað háleita borgina, the lofty city, og Babýlon sem hefur hafið sig upp yfir Guði og er táknmynd uppreisnar. En nýja Jerúsalem á móti sem er mótvægið þar sem er ríkir friður og réttlæti. Og svo áfram þá eru fleiri ljóð þar sem spámaðurinn ásakar ráðamenn fyrir að gera varnarbandalag við Egypta gegn Assyríumenn og hann segir aðeins iðrun og traust á Guði getur bjargað ykkur. Hesekia konungur, hann auðmýkir sig fyrir Guði þegar Assyríumenn ráðast á Jerúsalem og borgin er bjargað með yfirnáttúrulegum hætti og svo kemur að því að Hesekia býður Babýloníumenn í heimsókn til að svona stæra sig, til að mikla sig yfir ríkidæmi Jerúsalemborgar og það er sagt þá að þú munt hljóta að verra af og bjóða þeim heim og við ímyndum okkar þegar hann var þá að reyna enn aftur að gera bandalag við nákvæmna þjóð gegn Assyríumennum. Þetta er merkilegt þegar við að grípa fram í að þegar Hesekia stendur frammi fyrir Assyríumönnum og þeir eru koma og ráðast á borgina, þá eru þeir á hápunkti veldisins. Assyríumenn. Já. Það er þarna líklegast Saron sem er þarna konungur á þeim tíma, annar. Og hann tekur við gríðarlegri hernaðarvél. Assyríumenn höfðu byggt upp her og hernaðar aðferðir sem voru langt umfram allt annað sem menn höfðu þekkt. Já. Þeir notuðu járn mikið og járnvopn og bara ótrúlega þjálfaðan professional bara atvinnuher og allur þessi her stendur þau fram í Jerúsalem. Þeir auðvitað fyrir niðurlægingu þarna, það ekki? Algjörlega.
og þeir auðvitað bara fóru heim með skott á milli lappana. Og báru ekki sitt bar. Hver var aftur konungur þeirra sem að einhvern veginn átti sér ekki Akkurat á þessum tíma var það ekki Er ekki sagt frá þessi krónungabókunum? Jú, eða í konungabók. Hann bar ekki sitt bar? Hann auðvitað fór inn og svo inn í musteri konungsins og þar komu syni hans og drápar. Já, akkurat, það var svoleiðis. Það er gott að vera með mann hérna við borðið sem þekkir söguna. Svo það var alveg gríðarlega niðurlæging á hápunkti veldis Assýríumanna. Stórkostlega merkilegt. Og þetta háðljóð mannst. Þeir sendu mann sem stóð þarna fyrir framan múrinn og gerði grína að Jerúsalemannum og þeir stáðu skulfu allir á beinum. Hann hélt áfram að lesa þeim ekki halda Guð kom. Getur heldur að koma ykkur Guð og bjargi ykkur, ekki nokkur leið. Sjáu þess og telur hann kannski 10 mismunandi þjóðir sem þeir eru gjörsamlega útrýmt. Hvar eru þessar þjóðir núna? Heldur að hver hjálpaði þeim? Heldur að koma ykkur og hjálpi ykkur, eitthvað yfirnátt gleymið í algjörlega. Og það verður úr þessu iðrun og Jesaja kemur hann inn og það verður hann alveg stórkostlegur sigur. Þetta er eitthvað merkilegasti sigur sem er unnin yfir höfuð af Júdamannum bara í konungabókunum. Það fer ekki að ég er að stoppa þig. Nei, það er bara mikilvægt og gott að rifja upp þessa atburði vegna þess að mér finnst svo mikilvægt að við lesum fornrit að við reynum aðeins að setja okkur inn í þann samtíma sem að höfundurinn skrifar inn í. Að skilja kringumstæðurnar, hann hlýtur að vera á einhvern hátt allavega að minnstakosti að vera að tala í sinn samtíma eða ekki. Í sitt samhengi og já, það er blekking held ég að lesa ritninguna þannig að hér er það nákvæmlega Guð sem er að tala við mig í dag, 1. hvilftar 2021. En við þurfum að setja okkur inn í þennan samtíma og svo reyna átt okkur á því hvaða erindi er það algilt að það getur verið höfða til okkar og átt við okkur. Ég var ekki búin að fara yfir alla bókina, þannig ég bara las fyrsta 5 kafla, en svo mér fannst leksin vera með í dag og ég var að reyna að finna í öllu þessu myrkra spá eitthvað sem höfða til mín. Og mér finnst ef að við lesum versin 16 í fyrsta kafla, þvoið ykkur, hreinsið ykkur, fjarlægið illvirki frá augum mínum, hættið að gera illt og læra að gera það sem er gott. Leitið réttlætisins. Og í þessum kaflum þá fannst mér að ég lesa að þeir voru að fyrir landslögum og dómum þá voru þeir að múta og borga fólk til þess að sakfella saklaust fólk og þeir voru að fara illa með munaðleysingjar og með eggjur, fátækt fólk og það sló mig að í rauninni það sem ég fekk úr þessa kafla það var að Drottinn hatar óréttlæti. Hann hatar þegar að fara illa með lilla manninn og vil að við sem fulltrúir hans reyna að láta gott á okkur leiða, punktur. Það er það sem ég fekk út af leksum í dag. Já. Ég held að sko, alveg rétt og ég ætla aðeins að halda áfram með þetta. Ég er aðeins búin að hlaupa svona mjög hratt yfir þessi fyrstu 39 kafla Jesaja. Ég hef með einhverja samantekt það sem eftir en það verða eins svona kaflaskipti þarna. Þannig að við getum bara skilað það eftir fyrir seinni hvíldardaga. En þar er áfram verið að tala þetta svipaða þema en aðeins í öðru samhengi en þá kemur meira þessi boðskapur
vonar sem við vorum að er svo áberandi. En þetta erindi Jesaja þá heimfært upp á annað samhengi, skiljið. Eins og við svo gerum seinna og koll á kolli, mætti kannski segja. Af hverju getur verið sagt að þetta höfði til okkar líka? Hvaða, Já, við teljum vera að þessu messianíski spádómar þarna. Já. Það er Jesús. Já. Spennandi. Það er merkilegt að nafnið Jesaja og nafnið Hósea og nafnið Jesús er eiginlega sama nafnið. Þetta er allt á hebreusku sama nafnið sem stendur Jave eða Drottinn frelsar. Og það var merkilegt þá segja sumir, þetta var ekki einn sérstakur maður, þetta er bara nafnið eða þetta, eins og á mörgum öðrum spámönnum, en þetta tengir svo mikið frelsarann okkar, Jesú sjálfur, Drottinn frelsar, eins og þú er einmitt bent á að það er svo mikið lausnar boðskapur í bókinni. En já, einmitt. Sko, mér langar svo til þess að við lesum aðeins það sem kemur á undan minnisversinu og fyrsta kaflanum. Þetta nú vers sem við höfum heyrt áður og Laila, þú varst búin að lesa þetta svo vel í undirbúningu fyrsta 5 kaflana. Það er spurning hvort að þú væri til í að lesa fyrir okkur hreinlega þessi mögnuðu vers sem eru, minnisversið okkur eru fyrsta kafla 18. vers sem ég las áðan. En það er spurning hvort við þurfum ekki bara að lesa vers 10-17. Heyrið orð Drottins, höfðingjar Sódóma. Hlýðið á leiðsögn Guðsvors, íbúar Gómóru. Hvað varðar mig yðar mörgu sláturfórna, spyr Drottinn. Ég hef fengið ómikið að brenni fórnum, hrúta og feita alíkálfa. Í blóð úr nautum, lömbum og geitum langar mig ekki. Þegar þeir komu til að líta auglít mitt, hver hefur þá beðið ykkur að traðka forgarða mína? Færið mér ekki framar fánýtar kortfórnir, reykilsi mér viðurstyggð. Túnkomudagar, hvíldadagur og hátíðir samkomur, ég þoli ekki að saman fari ránklæti og hátíðarglaumur. Ég hata túnkomadaga yður og hátíðir þær eru mér byrði. Ég er orðinn þreyttur á að bera þær. Þegar þið lyftu höndum yður í átt til mín, loka ég augunum og þótt þér biðið marga bænir heyri ég ekki. Hendur yður eru aðfaðar blóði. Þvoð yður, hreinsið yður, fjarlægið illvirki yður frá augum mínum, hættið að gera illt. Lærið að gera gott, leitið réttarins. Hjálpið hinum kúguðu, rekið réttar munaðleysingjans, verjið mál ekkjunnar. Komið, skal ég halda áfram eða er það komið? Þetta eiginlega bara komið. Þetta er ekkert léttvæga orð. Nei. Sál mín hatar túnkomur ykkar á hátíðir. Og hvíldardagar. Það er orðið mér byrði. Ég þreyttur á að bera þær. Af því að það er ránglæti sem að fer saman við hátíðarglauminn. Já, og þessi síðasta orð hreinsið ykkur, lærið að gera gott, leitið réttarins, hjálpið hinum kúgaða, rekið réttar munaðarleysingjans, verjið mál ekkjunnar. Og þetta er inn í kjarnaboðskap Jesaja. Og Jesús. Og Jesús. Þú leist það líka. Heldur betur. Og þetta einhvern veginn, áskorun í þessu er svo nagandi á þessu áleitin. Þú veist, hverjir eru munaðarleysingjar og ekkjurnar í okkar samtíma? Hverjir eru munaðarleysingjar og ekkjur í mínu
nærumhverfi. Og Guð hefur anstigð á það sem ég er að gera. Trúarsiði mína og trúarbragði. Sjálfsánægja okkar. Fólkið þarna, á þessum tíma hafði fólkið, það hafði algjörlega, það hafði ekki bara verið að vanrækja grundgildi, réttlætis, örlætis og góðmennsku, heldur var það búið að stofnanavæða, útskúfun og aðgreiningu. Og vegna þess þá verður ekki hjá þessari hreinsun komið. Og þeirra einhvern veginn, þeirra gildi og skírskotun til áætlana Guðs hafði fallið úr gildi. Og fólki átt erfitt með því að fannst leiðilegt að hlusta á erindi spámannsins þegar hann flutti þetta. Og þess vegna spurði ég í byrjun leksíunnar áður en útsetningin byrjaði, hversu leiðilegur má ég vera í dag á fyrsta hvíldardagsins? Vegna þess að við verðum að lesa þetta, okkur hættir til þess að lesa þessar frásagnir og það er alltaf, okkur hættir til þess að lesa þetta eins og þetta sé skrifa til okkar sérstaklega og við séum hetjur frásagnarinnar. En ég er svolítið hræddur að við séum stundum skúrkar frásagnarinnar og við þurfum að taka þessari kennslu sem er alvarlega. Það er talað í 10. kaflanum, 22. vers, á þeim tíma munu þeir sem eftir verða af Ísrael og þeir á ætt Jakob sem komast af, ekki lengur reiða sig á þann sem sló þá, þeir munu reiða sig á Drottinn, hinn heilaga Ísraels í trúfasta. Leifar munu snúa aftur, leifar Jakobs til hins máttuga Guðs, enda þótt fólksfjöldi þinn Ísrael yrði sem sjávarsandur munu aðeins leifar snúa aftur. Eyðing er fastráðin, réttlætið mun streyma fram. Og þegar við talaðum leifarna þá er þetta okkur tamt einhvern veginn. Við lítum okkur sjálfa sem, kannski þessa trúfestu restar sem að einhvern veginn byggja upp í nýju Jerúsalem. En erum við þar? Er þetta þarna sem við erum? Og fáum við að vera þessar leifar? Eða erum við meira í stöðu Ahas konungs? Og þvoið ykkur, hreinsið yður, fjarlægið illverkið frá augum mínum, hættið að gera illt, lærið að gera gott. Það er þessi falski tónn, það er þessi dissonans sem er. Menn er að í orði kveðnu í tilbeiðslunni að bera fram eitthvað, en í lífi sín er þeir eitthvað allt annað. Þetta er bara nákvæmlega boðskapur Jesú, því að vei yður fræðimenn og farísear hræsnarar. Þér vitið langar bænir að yfirskína og hlunnfarið ekkjur og hafið af þeim heimilærum. Þér munu fá þyngri dóm. Þetta er Jesús. Má ég lesa eitt vers í viðbót þarna líka? Já. Þannig eru þér sýnist góðir fyrir sjónum manna, en eru það innan fullur hræsni og ranglætis. Þetta hann bara tekur upp þráðinn, Jesús, akkurat eftir nafna sinn. En við þykjumst vera góð. Það er þessi áleitna spurning, svo hverjir eru munaðarleysingjar og ekkjur í okkar samtíma? Hverjir eru þeir sem eru jaðarsettir, hverjir eru útilokunni? Og svo ég held, það er mín skoðun í byrjun árs, því að taka svo sterkt til orða, að svo lengi sem við sem stofnum, sem heimskirkja, að við viðhöldum kerfisbundinni útilokun og mismun á fólki á grunni kynferðis og kynhneigðar, að þá getum við ekki átt neitt gildi eða samsvörun í okkar samtíma. Þá erum við bara hvellbjall. Við erum í spor Ahas konungs að vera að viðhalda einhverju en höfum mist af kjarnanum. Og í 10. kafla þá er líka skrifað veið þeim sem setja ranglát lög, gera sér rangláta reglur og skjalfesta skaðleg ákvæði til að halda umkomulausum frá dómstólum
og ræna þá snauðum að þjóðarinnar minnar rétti sínum til að féflétta ekkjur og ræna munaðarleysa eftir ekkjur og munaðarleysa. Hvað ætlið þið að gera á degi uppgjörsins? Spyr Jesaja og ég spyr ykkur og okkur í dag. Hvað ætlið þið að gera á degi uppgjörsins þegar illviðrið gemur úr fjarska? Hjá hverjum ætlið þið að leita ásjár? Hvar ætlið þið að geyma auðæfi þér? Þetta er spurning sem við verðum að spyrja okkur í dag. Nú erum við hérna sest saman í upphaf og upphafs reit. Fyrsta hvíldardag nýs árs. Þetta er tími þess að við tökum stefnu, setjum okkur markmið á nýju tímabili. Við endurhugsum það sem undan er gengið. Ákveðið, nú ætlum ég að gera svona. Við eigum þess kost að fara tvo vegu, sko. Við getum haldið okkur, við getum bara ríghaldið í það sem við höfum. Þessa kerfisbundnu mismunun sem ég held að heimspekin standi fyrir. Við getum ákveðið hér og nú að taka aðra stefnu. Og mér finnst eins og með því að halda áfram að mæta og halda áfram að láta skoðun okkur í ljósi, þá erum við að mótmæla og ég segi fyrir mig, þeir geta haft sínu stefnu þarna eins og þeir vilja, en ég er ekki fylgjandi þeirra stefnu. Og eins lengi og ég til, þá er ég að gera mig til þess að mótmæla. I'm sorry. Ekki vera sorry. Nú er ég að gera það fyrir opnu tjöldu fyrir alheim. Þetta er ekkert rétt stefna og ég var að lesa í nýja þýðingun á danska biblíunni í gær. Það sem stóð svo skýrt og greinileg, það er ekki mun á gyðingar og hínir, það er ekki mun á kallar og konur. Við þurfum ekki að lög að halda og reglur. Það stóð bara berum orðum að því við höfum Jesús og náðin hans og það nægir okkar. Galatabréfið 3. kafli, já. Já, þetta er bara svona. Allar að lesa fyrir okkur á Galatabréfinu? Já, ég get það, en mér langaði til þess að nefna að það sem Steinunn hefur komið með hérna inn til okkar. Það eru ýmsir að taka þátt. Steinunn segir í upphafi kaflans er lýsing á fólkinu og í 7. versi er talað vöntun á mýkingu olíunnar. Er olía í Biblíunni ekki tákn heilagan anda? Er þetta þá ekki lýsing á þjóð sem hefur hert hjarta sitt? En þarf að taka við heilagum anda og Guði? Ja, þessi sannarlega rétt. En þessi mýking heilags anda, mýking olíunnar, kannski er það sem við erum að tala hér sem þarf að eiga sér stað, að við opnum huga okkar og hjörtu fyrir því sem er brýnt akkurat núna. Við sem ekki bara að sigla svona með straumnum, heldur að við stöndum upp fyrir því sem við teljum vera satt og rétt. Þetta hvílir þungt á mér finnst þetta að vera alvara. Já. Mér finnst að nú ætlar formaður kirkjunnar á Íslandi að flytja okkur erindi frá ræðustóli. Fyrsta erindi ársins, ég býð spenntur eftir að heyra hvaða stefnu hann ætlar að stilla upp. Má ég lesa eina setningu frá leksinni, Indra? Ég gerði svo. Drottinn er enn að verki við að telja fyrir fólki sínu og leitast við að fá það til að iðrast og snúa baki við vondum vegum sínum, óháð því hver spillt það væri orðið. Svo það er ennþá von og svo er borið saman þetta minnisleysið sem við lásum áðan og svo líka frá Jesaja 44. kafla sem stendur: Ég feiki burt afbrotum þínum eins og skýi, syndum þínum líkt og þoku, hverfur aftur til mín því að ég hef endurleyst þig. Sem sagt, það er ennþá von. Já. Og það stendur líka, hann elskar mig eins og ég og hann lætur mig ekki afskiptalausa. Hann heldur áfram að starfa í okkur, reyna að fá okkur til að iðrast og breyta hætta að vera
gera allt þetta ranglæti. Og það stendur hér á 16. versunni í fyrsta kaflanum: Tvoði yður, hreinsi yður, fjarlægið illverki yður frá augum mínum. Hætti að gera illt, læri að gera gott, leiti réttarins, hjálpi hinn kúaða, reki réttar leysingsins, verji mál ekkjunar. Allt þetta getum við gert. Þetta er bara hvílir svo þungt á mér, þetta er bara erindi dagsins og ársins finnst mér. Þetta er svo einfalt og nú er rétti tíminn sem stíga fram að Djörfung og taka mark á það sem að spámaður segja okkur. Einu sinni, stíga fram, rekja rétta munaðarleysingjans og verjið mál ekkjunar. Hætti þessu afskiptaleysi. Hverjir eru þeir útilokuðu þegar jaðarsettu í okkar samfélagi? Takk fyrir samtalið í dag. Ef ykkur finnst að ég er leiðilegur þá verður þið bara hætta að biðja að kenna leksíu. Takk fyrir. Og kveðjur til allra ykkar sem hafi tekið þátt hérna á netinu. Þögn er ekki mótmæli, segir hérna. Manfred segir gott hjá þér Indró að nefna hlutina að nafni, eða með nafni. Takk Manfred, ég hef alltaf sagt að... Þögn er ekki mótmæli, það þarf að segja hlutina. Ég hef alltaf sagt að við Manfred þegar ég vorum að tala yfirferð leksíunar að maður færi aldrei að síðast orðu. Nei, en það er hérna á netinu, ég hlustaði á erindi daginn, þessi í Steinum, og þar kom fram að við getum helst haft áhrif í eitthvað samfélagi heimakirkjunni. Og Manfred, mótmæli eru skref, aðgerðir. Hvað er hægt að gera ef leiðtogarnir gera ekkert? Fara eða vera. Þetta það verður að undirstrika það sem hún segir. Takk fyrir.
Gleðilegt ár, kæru vinir, enn og aftur og verið velkomin hingað í Ingólfsstræti. Veit að það alltaf einhverjir sem bætast við þeirri guðþjónusta, þannig að mér langar aftur til þess að lýsa því yfir hvað er mikið forréttindi að fá að eiga þessar samverustundir og mér langar sérstaklega aftur til þess að þakka fyrir fallegan aftansöng öllum þeim sem tóku þátt í undirbúa það að setja það saman, hvað var mikið forréttindi og tónlistarsamkomi sem við hlýddum á úr loftsalnum fyrir viku síðan. Það voru sérstök forréttindi. Þakki fyrir það. En verið velkomin og gleðilegt nýtt ár og ég ætla að byrja að lesa úr Jesaja 30:21 og Sálmarnir 32:8 og þetta verður sett svo á ensku á skjáin leið. Þú munt heyra orð að baki þér með eigin eyrum. Þetta er vegurinn, farið hann, hvort sem þið farið til hægri eða vinstri. Ég vil fræða þig, vísa þér veginn sem þú átt að ganga, ég vil gefa þér ráð og vaka yfir þér. Við skulum lúta höfð í bæn. Já, himneski Faðir, við komum fram fyrir augli þitt hér í dag sem fólkið þitt, sem þau sem hafa tekið við þér sem frelsara sínum. Og við lofum þig fyrir nýtt ár, nýja byrjun, nýja framtíð sem við leggur fyrir framan okkur. Það sem þú getur gengið með okkur, við bjóðum þér að vera með okkur á þessu ári. Við leggjum það að baki oss sem liðið er. Það er búið að vera að mörgu leyti hörmungar ár, en þú ert traustur og þú gengur með okkur og við getum treyst þér og við finnum fyrir návist hinni. Biðjum þig að blessa stundina hér í dag fyrir návist heilags anda þíns. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Mér langar til þess að nota tækifæri hér til þess að bera fram dánarfregn til safnaðarins. En það er ástkær systir okkar, Anna Þorsteinsdóttir, Anna Guðlaug Þorsteinsdóttir, en hún er látin. Anna lést gamlársdag í faðmi fjölskyldu sinnar eftir langa sjúkdómslegu. Nú er hún fengið hvíldina og Drottinn hefur tekið við henni sem sínum, sem sinni og hún hvílir í þeirri von að rísa upp að nýju því að Jesús hefur gefið okkur eilífa lífið, hann hefur sigrað dauðann, gefið okkur öllum von. Í þeirri von lifa nú ástvinir hennar sem syrgja hana, hugur okkar er hjá þeim, við vottum þeim öllum innilega samúð. Útförin mun fara fram síðar, ekki búið að ákveða það, en það er auðvitað í tengslum við þær sóttvarnar aðgerðir sem við höfum í samfélaginu, svo að útförin verður tilkynnt síðar. Blessuð sé minning ástkærar systur okkar. Þá ætlum við næst að syngja sálmi númer 448, Nú árið er liðið.
Mér langar til þess að benda á að þeir sem hafa áhuga fyrir að styrkja starfsemi kirkjunnar geta fundið upplýsingar á heimasíðu okkur útsendingu bankareikningsnúmer, og í dag sérstaklega verið að safna til styrktar útgáfu hvíldarskóla-lexíana. Það verið verkefni og við þökkum fyrir alla gjafir sem okkur berast. En ritningalesturinn í dag úr 5. Mósebók, 7. kafla og 4. og 5. vers. Heyr, Ísrael drottinn, Guð vor, drottinn einn. Þú skalt elska drottinn, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og af öllum mætti þínum. Nú ætlum við að hafa bænastund. Það bjóða Erik og Gafina. Kæri himneski Faðir, mig langar til þess að þakka þér fyrir það að við höfum tækifæri til þess að koma inn saman í þínu húsi til tilbeiðslustundar. Og ég bið blessun þína á þessu nýja ári, að þú horfir til okkar og gefur okkur það að við mættum horfa áfram veginn, bjartsýn og vongóð og af djörfungu. Mig langar til þess að biðja sérstaklega fyrir ráðamönnum þjóðarinnar, ríkisstjórninni, stjórnendum, alþingi, dómstóla, þá sem að stýra skólastarfi, fjölskyldur, uppeldur, uppalendur og önnuna menn alla. Og mér langar líka til þess að biðja fyrir fjölmiðlum, sem svo mikilvægir þáttir í okkar samfélagi. Allir þessi sem hafa verið nefndir eru hornsteinar í okkar samfélagi og gefa okkur það svigrúm og frelsi sem við njótum. Og ég bið að þú verðir með þessum hópum, sérstaklega á nýju ári. Já, drottinn, ég vil einnig fá að koma fram fyrir þig nú til þess að þakka umfram allt. Við lítum tilbaka yfir liðið ár og margt hefur farið á verri veg. Margir hafa þurft að líða og þjást af einmanakennd og sjúkdómum og bara missi. En drottinn, við þökkum fyrir það að við fáum að búa á góðu landi. Þakka þér fyrir góða stjórnun, heilbrigðis yfirvalda og almannavarna á tímum farsóttar, þessa einstöku tíma sem við farið í gegnum. Drottinn, við finnum fyrir leiðsögn þinni og handleiðslu í hvernig hefur farið. Þakkum þeim fyrir þá von sem við eigum í bóluefni. Við biðjum að vel takist við bólusetningu landsmanna til þess að ráða niðurlögum á þessum faraldri. Við biðjum líka góða framtíðarsýn, líkt til handa þeim og þeirra sem líða skort, líkt til handa þeim sem eru kvíðafullir, einmana, að þurfa á aðstoð að halda, þjálst af heilsubresti og annan hátt. Drottinn, við vitum að þessi faraldur ekki búinn að vera. Hann ennþá hjá okkur, við þurfum ennþá að taka þetta alvarlega og við biðjum leiðsögn þína. Biðjum alveg sérstaklega fyrir þeim, drottinn, sem syrgja þessa stundina og vertu hjá þeim sem horfa tilbaka og líta yfir farinn veg og finna fyrir missi. Viltu vera nálægur þeim, gefa þeim styrk, hlúa að þeim, umvefja þá þínum ástarörmum.
Drottinn, í voninni betri tíma, nýjan heim, nýjan himinn og nýja jörð, þar sem réttlæti býr og þar sem unnið hefur verið sigur á sjúkdómum og dauða og erfiðleikum hvers konar. Við lofum þig og þökkum, kæri Faðir. I would like to pray for our leaders as we go into this new year. Drottinn, ég vil biðja sérstaklega fyrir leiðtóm okkar núna þegar við gangum inn í þetta nýja ár. I pray that you'll give them spiritual wisdom and guidance Viltu gefa þeim andlegan visku og leiðsögn as they direct our church through very challenging times. þegar þeir leiða kirkju okkar í gegnum erfiðan tíma. I pray for our church members that we will remain a clear light Við biðjum fyrir safnaðarfólkinu okkur að við getum verið skært ljós, reflecting the grace and kindness of Jesus. að endurspeglum náð og vingjarnleika kærleika Krists. As we live through these very dark times. Að við lifum einmitt á þessum mjög myrku tímum. Pray for our school, Suðurhlíðarskóli. Biðjum fyrir skólanum okkar, Suðurhlíðarskóla. Pray for Lilia and the rest of the teachers and leaders, Biðjum fyrir Lilju sem skólastjóra og öðrum leiðtogum og kennurum the members of our school board, og líka meðlumum skólanemndarinnar as they build a school to represent you in our community. en þeir eru í þann veginn að vinna í því að byggja upp skóla sem endurspeglar einmitt viðhorf okkar og kærleika þínum. Pray for the mission of our church as we think forwards to the return of Jesus. Við biðjum fyrir boðunarstarfi kirkjunar við nú einmitt lítum fram til endurkomu þinnar Jesús. I pray that we will have a voice that brings hope and encouragement Drottinn gefðu okkur rödd sem framkallar von og uppörfun. as we herald the peace, a permanent peace that is coming. Að við boðum einmitt þann frið, þann varanlega frið sem mun koma. And finally, I would like to pray for Oliver Christens and his family Við vil umfram allt núna líka biðja fyrir Ólafi Kristensen og fjölskyldu hans as they grieve this weekend. að þeir nú syrgja þessa helgi. May they be undergirded by your Spirit Megi þau fá stuðning anda þíns and always be reminded of the hope of the resurrection. og alltaf verða minnt á von upprisunar. As Paul says, we grieve, but not like others, Og eins og Páll segir, við syrgjum en ekki eins og aðrir. because we look forward to that resurrection. Vegna þess að við horfum fram til þeirra upprisu. In Jesus' name. Í nafni Jesú Krists. Amen. Nú ætlum við næst að syngja barnasálm, það er sálmur nummer 106, Litla fagra stjarna. Litla
barnastund. Well, good morning, everybody. Góðan daginn öll. I hope you're wide awake this Ég morning. vona að þið séu bara vakandi núna í dag sérstaklega. I was wondering what story to tell this morning. Ég var að velta fyrir mig hvaða sögu ætti ég að segja. And I read a story to my kids last night, Og which I ég thought las I'd sögu share. fyrir börnin mín í gærkvöldi. But of course, they were so tired after New Year's Eve. En þau voru þetta svo þreytt eftir gamlárskvöld. When I finished the story, no one moved. Og þegar ég svo endaði söguna, þá voru allir algjörlega kjurir. So I'm going to have to tell the story again so even they can Svo hear ég it. þarf að endurtaka söguna svo að jafnvel þau heita endurlegin af henni. It was a story about a boat on Lake Huron in Michigan. Það var saga skip á Huron-vatni í Bandaríkjunum. And this boat would go backwards and forwards on its carrying, I think, some sort of stone. Þetta skip fór fram og tilbaka, það var hlaðið í ykkur grjóti. And this particular day, the wind began to blow very strongly. Og svo þennan sérstaka dag, þá var bara allt í einu rok. Now, these sailors were hardy sailors. They were used to being on a ship. En þessi sjómenn, þeir vissu hvað þeir voru að gera, þau eru vanir sjóferðum. And as the waves begin to get a little bit more heavy, they began to talk to each other. En svo þegar bylgjurnar fóru að verða meira hærri og meiri, þá byrjuðu þeir að tala saman. One of the sailors, we'll call him Harry for the story. Og einn af sjómennunum, við skulum kalla hann Harry, He was a Christian, hann var kristinn einstaklingur. but the rest of the sailors would always make fun of Harry. En venjulega þá voru hinir sjómennir að gera grín af Harry. And as the waves begin to get a little bit more choppy, they'd say, "Hey Harry, have you started talking to your God yet?" Og svo þegar bylgjurnar fóru að verða hærri og meiri sjógangur, þá fóru þeir að segja, "Jæja, Harry minn, ertu búin að tala við Guð þinn?" Now, these sailors had seen some bad weather, Auðvitað höfðu þessi sjómenn séð alls konar óveður. but this storm became quite big. En þetta rok og þessi sjógangur sem þarna varð eiginlega meira en nokkuð tímann áður. And the boat began to roll or go up and Og down, skipið það veltist í sjóganginum. and then it began to roll backwards and Og forwards. það valt frá einni hlið til annara. And even these sailors were now scared. Og jafnvel þessir hörðu sjómenn, þeir voru nú að verða hræddir. They had fastened down everything that needed to be made tight on the top Þeir deck. voru búin að reyra allt niður sem lauslegt sem var á dekkinu. And then they went down below Og svo fóru þeir niður í káet. as the boat continued to roll backwards and Eftir forwards. þegar skipið hélt áfram að veltast fram og tilbaka. It got so bad that these sailors were now scared. Og þetta var svo slæmt að sjómenninni voru nú orðnir dauðhræddir. One of the sailors, I will call him Bill, Og einn af sjómennunum, við skulum kalla hann Bill, he out of all of the sailors made fun of Harry the most. hann var eiginlega sá sem gerði mest grín af Harry. But there was a knock on his cabin door, En nú var allt í einu bankað á káetudyrnar hjá honum. and a group of these sailors with Bill there came in to Þá talk voru to það Harry. á hurðina hjá Harry og þarna koma þessi sjómenn og Bill var með þeim They looked a little bit sheepish, og þeir litu svona svolítið aumingjalegir út and they said to Harry, they said, you know, we think that you know God much better than we do. Þeir segja okkur grunar einlega að þú þekkir Guð miklu betur en við. And if he's there, we know you can talk to him.
Og við vitum, ef hann til, að þá getur þú tala við hann. Would you talk to God about this storm? Og myndir þú vilja færa þetta í tal við Guð hérna með þetta rok, þetta óveður. So as the boat was going up and down, they knelt down on the floor. Og sem skipið valt hér fram og tilbaka og fór upp og niður, þá krupu þeir á gólfið. And they prayed for peace to come on the water. Og þeir báðu að friður myndi færast yfir vatni. After a short while, the storm began to subside. Og eftir smá tíma þá allt í einu varð minna og minna óveður. And one of the sailors who was with the captain Og einn af sjómannum sem var þarna með skipstjóranum came down to the bottom of the kom boat. þarna alveg niður í botni skipsins. And they were all expressing how thankful they were that the storm was over and they were almost into the harbor. Þeir voru allir að tala hvað þeir voru þakkláttir fyrir það að nú var óveðrið gengið niður og þeir voru á leiðinni bara inn í höfnina. Well, this sailor who was with the captain, En þessi sjómaður sem var með skipstjóranum, who was with the big wheels steering the ship, sem var með þarna stóra stýrið, sem stýrði skipinu, he said, you know, a really strange thing happened. hann sagði það eiginlega ótrúlegt hvað sem gerðist. I was standing next to the captain on the top. Og ég var þarna rétt við skipstjóra hann upp í brúnni. And suddenly the captain said, Og þá það allt í einu að skipstjórinn segir, he said, it's like there is another hand holding this wheel tight. hann sagði það eins og þessi önnur hönd sem haldi þetta stýri hjá mér hérna. This hand just knew how to direct the ship in order to get it to Þessi safety. hönd einhvern veginn vissi nákvæmlega hvernig átti að stýra skipinu svo það kemist til rétta höfn. And of course, Bill and the other sailors were listening to this story. Og þetta Bill og þeir hinir sjómennin, þeir voru eiginlega að hlusta á þessa sögu. And it just reminded me about the reality of God. Og þetta bara myndi mig á raunveruleikann Guð. Sometimes we can go through some very difficult times. Að stundum förum í gegnum mjög erfiða tíma. And sometimes it might not look that God is there. Og það gæti stundum litið þannig út að Guð sé ekkert með okkur. But he is. En hann það. And you can always talk to God about the Og þú difficulties getur that you go. alltaf fært svona hluti í tal við Guð. And sometimes, many times, Og stundum og oft he appears in amazing ways þá kemur hann í ljós á mjög undursamlegan hátt. to remind us that he is still looking after us. Til þess að minna okkur á að hann ennþá að líta eftir okkur og fylgjast með okkur. Let me pray. Biðjum. Dear Father, I pray for all the kids who are watching today. Himneski Faðir, ég bið fyrir öllum börnunum sem að fylgjast með í dag. As we go into this new year, Eins og við göngum inn í þetta nýja ár, no matter what challenges or storms come up, hvað svo sem getur gerst í lífi okkar, stormar og óveður, your Holy Spirit will remind them that you are with them all the að time. þá mun heilagur andi minna okkur á það að þú ert með okkur ávallt. Amen. Amen. Takk fyrir þetta. Og þá ætlum við næst að syngja eitt jólasálm á ensku. Og það þessi gamli og fallegi sálmur What Child Is This? On
Well, Happy New Year, everybody. Gleðilegt nýtt ár öll. Although at the beginning of this particular year, I'm mindful of the fact that this has been a very tough year. Þó ég hef að hafa það í huga og muni eftir því að þetta undangengna ár hefur verið erfitt ár. And as we know all too clearly ourselves in our own church here in Iceland, Eins og við líka vitum greinilega og gerum okkur grein fyrir hér í kirkjunni og söfnunum okkar á Íslandi. it begins with a lot of pain and hurt. Þetta byrjar með miklum sársauka og erfileikum. As I was wondering earlier how to begin this year, Og því ég var svona íhuga það hvernig við ættum að hefja þetta ár. I was wondering after 2020, how do we begin? Svo eftir árið 2020, hvernig byrjum við? The reality is, of course, that Jesus says that the closer we get to his return, the worse it will get. Og Jesus segir þetta okkur að því mun nær sem við endurkoma hans, þeim mun erfiðar að verða hlutarnir. But as Paul reminded the Colossians, En eins og Páll myndi Kólusumenn á, our task is to set our hearts on things that are above. en okkar verkefni að líta til Krists, líta upp á við til hans. So I want to start this year thinking about Jesus. Svo ég vil hefja árið með því að íhuga Jesú Krist. In his book, Movements That Changed the World, Í bók sinni Hreyfingar sem hafa breytt heiminum, the author Steve Addison says that þá segir Steve Addison that if Christian movements are to flourish, að ef að kristnar hreyfingar eiga að blómstra, there must be the presence of what he calls white-hot faith. að þá þarf að vera til staðar brennandi trú. As Addison observed movements through history, Og þegar Addison svona að íhuga og skoða hreyfingar í gegnum söguna, he observed that this white-hot faith occurs when people begin to refocus and reprioritize the importance of Jesus. og hann segir að það sem þessi brennandi trú á sér stað, það þegar fólk byrjar að einblína á persónu Jesú Krist. He says all movements will begin to decline. Hann segir allar hreyfingar eiga sér það til skeið þegar það byrja að hnigna. So if there is to be a rebirth, Og svo ef það á að verða endurfæðing, it must begin with this personal, profound encounter with the person að of þá þarf Jesus. hún að byrja með þennan persónlegu nálgun við Jesú Krist. One example he gives is that of John Wesley. Eitt dæmi John Wesley. John Wesley's conversion is well known. Endurfæðing John Wesley vel þekkt. Well, Wesley says this. Wesley segir svona About 3 in the morning, as we were continuing in prayer, að klukkan 3 að morgni þegar við héldum áfram á bænastund okkar, the power of God came mightily upon us. að þá var það eins og máttur Guðs kæmi yfir okkur á mjög áþreifanlegan hátt. So much that many cried out for great joy, Svo að það voru margir okkar sem bara hrópuðu í miklum fögnuði and many fell to the og ground. margir féllu bara á gólfið. As soon as we recovered a little from the awe and amazement, Og þegar við svona náðum okkur eftir alla þessa miklu fagnaðar stund at the presence of His Majesty, og þarna í návist mikilfenglega Guðs, we broke out in one voice. að þá eins og við hrópuðum einni röddu We praise you, O God. og við lofum því drottin We acknowledge you to be the Lord. og við viðurkennum að þú ert drottin okkar. It is encounters like this Það er í upplifun eins og þessari that serve as catalysts for renewal and rebirth. sem gera það að verkum að endurfæðing verður til. So with this in mind, I'd like to take another look at the position of Jesus in the Bible in 3 particular passages. Og mér langar til þess núna í áframhaldi af þessu að skoða Jesú Krist í gegnum 3 mismunandi ritningarstæði. And then we will look at a real challenge we all face with the position of Jesus. Og svo munum við líta á það mikla köllun sem við
eignumst í návist Jesú. The first text is what the Jews call the Shema, beginning in Deuteronomy 6:4. Og það fyrsta sem við viljum líta á Shama, sem gyðingar kalla Shama, sem í 7. kafla 5. Mósebókar. Shema just means to listen or to hear. Orðið, hebreska orðið Shama þýðir bara að heyra eða að hlusta. It says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Heyr Ísrael, drottin, Guð vor, drottin einn. Even today, Jews will repeat the Shema when they wake up in the morning, when they go to sleep at night. Jafnvel, en í dag þá endurtaka gyðingar, léttrúnaði gyðingar þessi orð þegar þið vakna á morgnana og þeir fara að sofa á kvöldin. Now, what does it mean that the Lord our God is one? Hvað þýðir það að drottin, Guð okkar, drottin einn? Now, as Israel stood on the banks of the Jordan about to go into the promised land, Og þegar Ísraelsmenn stóðu þarna við Jórdan ána á leiðinni inn í fyrirheyrna landið, they listened to the Shema spoken by Moses. þá hlustuðu þeir á þetta Shema þegar Móse ber það fram. On the other side in Canaan, Og við hinum megin við ána í Kanaans landinu, the Canaanites were worshipping apparently 234 different gods. að þá voru þar íbúar þess lands að tilbiðja 234 guði. When Israel looked behind them in the past, when they had come from Egypt, Og þegar Ísraelsmenn horfðu tilbaka og litu til Egyptalands sem þeir komu, they came from a land which worshipped 2,000 gods. að þeir komu úr landi sem höfðu tilbeðið 2000 guði. So when Moses proclaimed the Lord our God is one, Það þegar Móse svo lýsir því yfir að drottin einn, Moses was announcing that God's people were promising to commit themselves to being loyal to one God. og þá hann að lýsa því yfir að Ísraelsmenn ætlaðu að vera trúfastir við að tilbiðja einungis einn guð. Now, the flip side to this is that if God is the one and only God, Hinn hliðin á þessu ef að Guð eini sanni Guð, all the other gods had to be rejected. að þá þurfti að hafna öllum hinum Guðunum. So every human desire and motivation and act of obedience must focus on this one God. Svo að þann öll hlýðinni og allir hlutir þurfa að einblína á þennan eina Guð. Now, interestingly, in the Ten Commandments, Athyglisvert í boðorðunum 10, it says that God says that he is a jealous God. og það stendur að hann sé Guð sem ákafur og vill bara okkar hlýðni eingöngu. And now God is not saying he feels, it's not about the feeling of jealousy, Þetta ekki bara afbrýðisemi eða tilfinning afbrýðisemi. but rather God is stating that he's not prepared to share his rulership over Israel with anyone else. Hann bara að halda því og koma fram með það að hann ætlar ekki að deila þessari tilbeiðslu fólksins með neinum öðrum Guði. God claims to be the only authority over your life. Og Guð, hann krefst þess að vera eina valdið í lífið þínu. Now, of course, the God of the Old Testament is Jesus. En við vitum auðvitað að Guð í Gamla testamentisins Jesús. So as we go into the New Testament, we shouldn't be surprised to see the same idea. Svo ef við förum inn í Nýja testamenti þá ættum við ekki vera hissa á því að finna sömu áherslur. Now, the second text is Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Næsta vers sem við lítum á Filippibréfið, annar kafli. This is verse 9 to 11. Og það vers 9 til og með 11. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Now, in the early church, this phrase, a simple phrase, became very popular. Jesus
is Lord. Í frumkirkjunni þá var þessi samsetning orða mjög vinsæl. Drottin, Jesús drottin. So when they said that Jesus is Lord, they were saying that Jesus is their master. He is the one who has authority over them. Og þegar segja Jesús drottin, þá þýðir það að hann meistari lífs þeirra og sá eini sem hefur vald yfir þeim. Now this might not sound very significant to our ears. Þetta hljómar kannski ekki mjög svona merkilegt akkurat í okkar eyrum. But then it was very provocative and literally revolutionary. En þetta var mjög svona beint og skýrt og hafði virkilega áhrif á líf á þeim tíma. For the early Christians were living under the authority of Rome, where the Roman emperor claimed to be a god. Því að frumkristnin, þeir lifðu og bjuggu í Rómaríki þar sem keisarinn í Róm hafði allt vald. Just 30 years after the resurrection, Nero was wrapping Christians in animal skins and feeding them to be eaten by dogs. Bara þarna 30 árum eftir dauða og uppstandingu Jesú Krist, þá var Nero keisari, hann var að vefja kristna menn í dýraskinn og jafnvel kveikja í þeim. A few years later, Christians were being placed in the middle of the Colosseum in Rome. Og í nokkrum árum síðar þá voru kristni menn þarna í Colosseum í Róm. Where 50,000 people were screaming as the Christians were being eaten by lions. Það sem 50.000 mann stóðu og öskruðu á meðan kristni menn voru étnir af villidýrum. So when Christians stood up and said Jesus is Lord, Svo þegar kristni menn stóðu upp og segðu Jesús drottin, they were saying the same thing as the Shema. þá voru þeir að segja það sama og að finna í Shema í 5. Mósebók. There is only one God. Það bara einn Guð, Which meant sem þýddi that Nero was not a god. að Nero var ekki Guð. We are giving our total allegiance to Jesus as Lord. Við tilbyggjum Jesú eingöngu sem drottin. And therefore we're rejecting the false claims that Nero or any Roman emperor is a Þá god. höfnum við þeirri röngu kenningu að Nero eða einhver annar hafi það sama vald. Let's fast forward to our third text, which is Revelation 14:7. Lítum á næsta texta, það í Åpenbarnabókin 14. kapli. This we call the three angels' message. Well, this is the first angel's message. Þarna úr þessum þremur englum, þarna hafa þetta fyrsti engillinn. Verse 7, he said in a loud voice, "Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water." 7. versið, og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrðina. Stundin komin hann kveður upp dóm sinn. Tilbyðið þann sem hefur gert himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. This is a worldwide call to worship the one who created everything. Þetta kall til allt heimsins að tilbyðja eingöngu skaparan. It's a call to worship Jesus. Og þetta kall til að tilbyðja Jesú. But again, it's about the exclusive authority of Jesus over our lives. Og þetta þetta umfram allt það að það eingöngu Jesús hefur gert tilkall til tilbeiðslu okkar. However, as we saw in the previous two examples, En svo við sáum í fyrri tveimur versunum sem við lásum, to worship Jesus alone is to reject the other að pretenders. tilbyðja Jesús þýðir að við höfnum tilbeiðslu á öllum öðrum. The only one who is worthy of our worship and our affections is the one who created the world. Sá eini sem þess virði að tilbyðja sá sem hefur skapað allan heiminn. Now, perhaps in the social climate we live in today, Kannski í því félagslega umhverfi sem við lifum í dag, the call to give our allegiance exclusively to the one who created the world is also provocative. að það kannski það að ætla að gefa tilbeiðslu sína eingöngu þeim sem hefur skapað alheiminn, það svona kannski virkar ögrandi. To obey the laws, values, principles, ethics, and morality of Jesus Að virða eingöngu siðferði og kall og lífsstefnu Jesú virðist ögrandi. This is also becoming revolutionary. Og þetta líka byltingakennt. And as social pressure builds,
Og sem hinn félagslegi þrýstingur byggist upp, many will leave because they do not want to live under the Christian God, the og þá authority eru of Jesus. margir sem vilja fara bara yfirgefa því að þeir vilja ekki lifa undir þessum þrýstingi sem þessi boðskapur gefur. Meanwhile, Christians have and are and will, as the Bible says, continue to die to remain faithful to Jesus. En eins og hefur líka verið, þá munu kristni áfram lifa og jafnvel deyja fyrir það að halda fast við þennan boðskap. So, we've been looking at this broad context of the call to live exclusively under the authority of Jesus. Og við höfum verið að tala þetta núna hérna í breiðu samhengi að lifa undir þessu kalli eingöngu að tilbiðja Jesú Krist. So let's consider a huge challenge we all face. Lítum þá á stóra áskorun sem við horfumst öll í augu við. On the one hand, I want to live under the authority of Christ. Hérna, við getum sagt að við viljum lifa undir valdi Jesú Krist. But on the other hand, my sinful nature pulls me with great power towards other gods. En á hinn bóginn þá það eitthvað sem togar mig í það að virða líka aðra guði. And so I can find myself, we can find ourselves worshipping multiple gods at the same time. Svo við getum í raun uppgötvað okkur sjálf að það sem við erum að tilbiðja marga guði. And I can end up becoming a polytheist. Og það verður svona skona flergiðistrú. Now, how is this possible? Fjölgiðistrú heitir það fyrirgefið. It's possible by something we call dualism. Og þetta mögulegt, við tökum það í dæmi sem við kalla tvíhyggju. And essentially dualism is a system where I separate my religious life from my secular life. Og það í kannski þetta tala um þessum tvíhyggju að það sem við aðskiljum okkar andlega líf frá okkar veraldlegu tilveru. Now, of course, the Bible doesn't know anything about this sort of separation. Biblían þekkir ekki þannig aðskilnað. But let me show you how this works. En við skulum tala það hvernig þetta lítur út. Up on the screen, you should be able to see a diagram that explains dualism. Og hérna á vegnu getum við séð hérna myndað í ykkur sem einlega útskýrir þessa tvíhyggju. Now, if you look at this diagram, notice that you can have a secular life in the world and still attend church. Við sjáum hérna á myndinni, þá getum við haft bæði líf í heiminum, heimshyggju, og líka verið innan kirkjunar. But if I live this life in the world, I cannot also live under the authority of God. Ef ég lifi þessu lífi í heiminum, þá get ég ekki líka lifað undir valdi Guðs. Because here, my life is practically disconnected from God. Því að hér í heiminum þá líf mitt í raun ekki í tengslum við Guð. So I can live as a secular Christian. Svo ég get lifið svona í heimshyggju kristin einstaklingur. Alan Hirsch gives an interesting example of such dualism that permitted apartheid in South Africa. Og Alan Hirsch hann nefnir dæmi þetta, hvernig hægt að lifa svona í tvíhyggju heimi, að verum að tala aðskilnaðarstefnuna í Suður-Ameríku. Now the Bible says that, of course, every person is made in the image of God and should be treated as a child of the Creator. Biblían segir okkur að allir séu skapaðir sem börn Guðs og eigum að lifa í návist skaparans. So how could white South African Christians who claim to live under the authority of Jesus Og svo hvernig gátu þá hvítir Suður-Afríkubúar sem kölluðu sig vera undir valdi Krists? How could they go to work on Monday morning and discriminate and oppress black people purely because of their skin color? Og hvernig gátu þeir þá mætt í vinnu á mánudagsmorgni og svo bara verið illir í samskiptin sínum við svarta bara vegna þess að þeir voru svartir á hörund? Hirsch suggests that the Christians supporting the apartheid regime had one God at the weekend and another God or other gods during the week. Og Hirsch hann bendir á þessir einstaklingar virtust hafa einn Guð, þeir voru í kirkju á helgar, en svo aftur í vinnunni þá var annar Guð sem þeir tilböðu. So the teachings of Jesus had actually no power over the gods of the world. Svo að
kenningar Jésu höfðu í raun ekkert vald yfir bara aðferði í heiminum. The gods that were organizing apartheid. Og það vald sem skipulagði aðskilnaðarstefnu. So by completely separating the true God from the other gods, Svo með því að aðskila hinn sanna Guði frá öðrum guðum, supporters of apartheid could worship different gods at different times, even though these gods thought and behaved the opposite of each other. þeir gátu svona tilbeðið alla þessa guði þó að þeir væru í raun í andstöðu við hvorn annan. Now, when we say that the Lord our God is one, we are saying two things. Þegar við segja að drottin okkar sé einn guð, þá erum við að segja tvennt. Firstly, that Jesus is the only God who Fyrst has að Jesus authority hinn over us. fyrsti guð, hinn eini guð, He's the only one that has authority over us. hann sá sem hefur vald yfir okkur. But secondly, that Jesus has authority over every part of our En lives. við erum líka að segja það að Jesus hafi vald yfir öllum þáttum lífs okkar. Now let's look at another diagram that helps resolve this challenge. Lítum hérna á aðra mynd sem eiginlega leysir þetta vandamál, tvíhyggjunar. In this diagram, you'll see that there are three circles, and in the center, all of them meet Við together. sjáum í þessari mynd þá eru 3 hringir og í miðjunni þá mætast allir þessi 3. The goal is to live at the center, Og markmiðið að búa þarna í miðjunni. where we are living in the world, in the church, and under the authority of Jesus Það and sem his við kingdom. búum í heiminum og í kirkjunni undir valdi Jésu Guðs. When we live under the one God where Jesus is Lord, he is able to overrule the pretender gods who surround us in the world. Ef við lífum þannig undir þjónustu eða valdi Guðs, þá getum við náð tökum á þessum öðrum guðum sem eru þarna ríkjandi í heiminum. Gods who shape our thoughts and feelings and behaviors. Og þessum guðum heimsins sem móta tilfinningar okkar og hegðun. That's the goal. But there are three dangers we face En that we það need eru to be aware of. þrenns konar áhætta sem við horfumst í augu við. Because even with this diagram, we don't have to live at the center. Og jafnvel í þessari mynd hérna, þá þurfum við ekki að búa þarna í miðjunni. Firstly, it is possible to live in the world and in God, but separate ourselves from the church. Það í fyrsta lagi þá mögulegt að búa í heiminum og í Guði, en samt að aðskila okkur frá kirkjunni. Where you got the blue and the green circles mixing. Þá erum við með grænu og bláa hringin hérna sem tengist. However, if we separate ourselves from the body of Christ En ef við svona aðskilum okkur frá líkama Krists and try to be spiritual alone, og reynum að vera andlega bara útaf fyrir okkur ein, we disconnect ourselves from the very institution that Jesus created þá erum við að aðskilja okkur frá þeirri stofnun sem Jesus sjálfur mótaði, to help us mature and support each other. sem var til þess að við myndum þroskast og styrkjast í starfi. Secondly, it is possible to live in God and in the church, but separate ourselves from the world. En það líka hægt að lifa í Guði og í kirkjunni en aðskilja okkur frá heiminum. When we are separated from the world, we become unable to empathize with the hurts and concerns of people in the world. Ef við aðskilum okkur frá heiminum þá missum við hæfnina til þess að ná tengslum við fólk og finna til með fólki. And this can result in a lack of mission. Og þetta endar í því að við höfum ekki það hlutverk sem okkur er kallað We til að pull vinna. ourselves into our own little bubble and become a club. Og við bara draugum okkur í hlé inn í einhverjum lítilli kúlu og erum bara í klubbi þar. Or in English, we have this phrase that you can be so heavenly minded that you're no earthly good. Það er sagt á ensku að þú verður svo, hugur þinn er svo mikið á himni að það er ekkert gagn í þér hér í heiminum. And of course, this can happen to churches. Og þetta getur vel átt sér stað í kirkjum. But thirdly, we can live in the world and in the church, but separate ourselves from God. En við getum líka lifað í kirkjunni og heiminum en verið í aðskilnaði frá Guði. Now, when we do this, this is when we become secular Christians. Og þetta gerist, þá verðum við svona heimshyggju kristnir.
We can become, when we are disconnected from the person of Jesus, Að þá erum við orðin ekki í sambandi við persónuna Jesú Krist. we disconnect ourselves from divine power. Og þá erum við heldur ekki í tengslum við himneskan, guðlegan kraft. We have lots of religious thoughts, Við höfum margar svona trúarlega skoðanir, but that can merely lead to being political because divine power is not present. og það getur oft leitt til þess að við verðum bara pólitísk af því að andlegan, guðlegan kraft vantar. We lack the evidence of the presence of Jesus through the Spirit in our lives. Vöntum sönnun þess að andi Jesú Krist sé í lífi okkar. His love, joy, peace. Ást hans og fögnuður og friður, hann skortir. Long suffering, Að þolinmæði, úthald kindness, og vingjarnleiki, goodness, gæska faithfulness, og góðvild og trúmennska gentleness and self-control. og að vera blíð í garð öðrum og stjórna okkur sjálfum, sjálfstjórn. The great tragedy is when we are disconnected from Jesus, our hearts cannot transform. Og það sorglega við það að við erum ekki í tengslum með Jesú, þá umbreytist ekki hjart okkar. So we can remain wounded. Svo við getum haldið áfram að vera særð We easily get offended, og við móðgumst auðveldlega and we can't forgive those who have hurt us. og við erum erfitt og getum bara hreinlega ekki fyrirgefið þeim sem hafa sært okkur. And most significantly, we remain unattractive to the world. Og það sérstaklega við það er að við verðum ekki aðlaðandi í augum heimsins. Because there's very little difference between us and anyone Því að það else. nær engin munur á okkur og neinn öðrum. So what is the conclusion of all Og hver er this? þá niðurstaða allar þessar hluta? Hear, O Israel, the Lord our God is one. Heyr Ísrael, drottin Guð okkar er einn Guð. Jesus is Lord. Jesús er drottin. Worship him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Og tilbyðið hann sem skapaði heiminn og jörð og uppspretti vatnana. As we move into 2021, Sem við nú göngum inn í nýtt ár 2021, this is our challenge. þá er þetta áskorun okkar. To bring our lives under the sole authority of Jesus. Að leggja líf okkar hér eingöngu undir vald Jesú Krist. And indeed to bring every part of our lives under the authority of Og Jesus. að sérhver þáttur og afkimi lífs okkar sé undir valdi Jesú Krist. All of our thoughts about each other, Hugsanir okkar aðra, our feelings and behaviors towards each other, tilfinningar okkar og framkoma í garð annara, all under the sole authority of Jesus and the teachings of his kingdom. allt undir valdi Jesú og kennslu ríkis hans. That Jesus Christ will be glorified through us. Þannig að Jesús Kristur veri dýrlegur gjörður í lífi okkar. Let us pray. Við skulum biðja. Father, at the beginning of this year, I'd like to pray for myself and for all of us. Faðir, í upphafi þessa nýja árs þá vil ég biðja fyrir sjálfum mér og okkur öllum. We all have this struggle of worshipping different gods at different Við höfum times. allt þetta, þess að baráttu í innra með okkur að tilbyðja marga guði. But I pray as we enter this year, we will have a fresh revelation of the beauty of En Jesus. ég bið þess að nú þegar við göngum inn í þetta nýja ár við fáum nýja sýn af fegurð Jesú. That we will long with all of our hearts to bring every part of our lives under his rule. Að við þráum að sérhvert þáttur lífs okkar komist undir stjórn hans og styrk. That in the darkness that surrounds us, Að í myrkrinu sem umlykur okkur, Jesus, the light of the world, will shine brightly through að us. Jesú sem ljós heimsins muni skína skært og skýrt í lífi okkar. May he be glorified in our lives. Megi hann vera dýrlegur gjörður í lífi okkar. Amen. Amen. Skulum þá biðja saman bænina sem drottin kenndi okkur og segja sameiginlega: Faðir vor
Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við í lokin að syngja sálmen nr. 447, í Jesú nafni áfram enn. Áður en Gavin flytur okkur blessunarorð, að langa mig til þess að þakka honum fyrir að koma hérna í dag og flytja okkur predikun. Takk Erik fyrir þýðingu og margt annað, og Laila, Sonja og Jens fyrir að koma aðstoða við Hvilftarskólann. Takk Sandra fyrir undirleikinn og Leo fyrir útsendinguna, og fyrir ykkur öll sem að voruð með okkur hérna í að fylgjast með útsendingu. Við skulum biðja saman. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láta sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.